Ég held að séu allir tilbúinir því að það vika síðan að Vestlunarhelgin, hún kláraðist reyndar á mánudegi, þannig að það eru hvað, 5 dagar síðan, en ég held að séu flestir búin að jafna sig og komnir í gírinn. FNÍFM Blöð hafi göngu sína 9. ágúst. Digital Curse var damli í gær. Til hamingju með daginn Curse. Ég glemt að hringja hann. Shit, áttu Digital Curse ammali í gær. Lambakurs var damli í gær. Það hefur verið alvöru. Já, hann, ekki á mér bóðið, það var eitthvað. Hélt hann ekki upp á það? Það er ótrúlegt, ég held ég verið búin að skóla hann til. Ég er reyndar bara fegin hann ekki haldið upp á það. Því að síðast þegar ég fór í partí til hans þá ég man ekki þetta í. Ég meina eftir að hann hélt partí þá voru allir vinnur hans feður eiginlega bara 9 mánuðum setna. Ég, Svessi og Egil, það gerðist eitthvað eftir þetta partí. Og hann gaf June baneitraðan sveppalanda Þannig að, en eins og heyri þá FNÍFM Blöð farin af stað. Og drengir, ég held reyndar í gær var ég orðin ágætur, en núna í dag ég fyrsta sinn 100% eftir þjóðhátíð. Og ég fagna því bara með einum ísköldum. Tekur 5-6 dagar, bara 100%. En maður tekur 3 daga geislu og þá líka með nýju svona, þetta verður ekkert léttar með árunum, það verður að viðkynast. Nei. En eins og nýr í dag, ég fíla meira þess að röddi mín komin aftur. Þetta var svona fyrstu 2 dagana sem að væri með bara eitthvað í kokinu sko. Ég stoppaði heima í ykkur 8 klukkutíma og svo fór ég til London. Ég verður að hrósa því að snitti. Ég er ofta að ég ekki gera lítur þér, en svona láta þig heyra það. Þú mættir inga beint frá flugvöllin. Þú veist, í 3 daga tökum beint eftir þjóðhátíð og svo beint hingað. Ég er með tösku með mér þetta er alvöru harka og ég dyrka það. Svona átt að vera, tókst 2 í vélinni og bara allt upp á 10. Ég er bara eins og dísellin sko. Ég malla bara áfram og bara mæti það sem ég á að vera. Það stoppaði ekkert? Nei. En það voru nú ungi menn í krúnu sem voru farnir að gráta sko. Já. Men við höfum ofta rætt þetta og það er ekkert langt sinni við rættum þetta. Það er ekkert, rættum þetta bara síðast að þætti hérna á þjóðhátíð. Það er ekkert margir sem höndla þessa keklu sko. Nei. Herðu, en drengir, málið er það að því að ég var að koma frá London og þetta var síðasti þátturinn í seríunni sem vorum að taka upp. Við erum búin að, þetta eru 6 þættir og við náðum ekki að halda rappartí. Þannig að ég er núna bara, því að ég er bíllaus, ég kom beint af vellinum í leigubíl. Það var bara hett lífið þarna. Ég ætlaði bara að opna með bjór og þetta er bara mitt. Og skála fyrir tökunum. Rappartí. Þetta er rappartí og veiri og saman. Það er rosa. Þannig að ég segi bara skáldrengir. Getur ekki verið á betri stað en hérna í þessu stúdíu. Nei, og þættirnir verða sýnd í 4. október. Það komið dagsning. Gækja, hvað heita þér? 4. október. Þættirnir heita 0 stjörnur. 0 stjörnur? 0 stjörnur. Þar sem ég og Dóri förum í heimsækju 6 borgir og skoða alltaf vestað ekki sem fær vestu dóma allt það sem fær vestu dómana bæði í gistingum, mat og öðru túrista, öllu svona dóti og þetta hallarislegasta. Þannig að ég held þetta sé ógeðslega gott. Dóri fyrir að kostum í þessu og því að Dóri, málega það, Dóri elskar bara að fá sér gott náttúruvín, góða steik og njóta. Það er Dóri. Það er svolítið eins og Egil. Dóri og Egil verður flott saman. Þeir eru rosa svipaði með þetta. Ég þarf ekki að náttúruvín. Nei, hann vill bara hafa huggulegt. There's alcohol in it. Hann vill hafa huggulegt og næs og hann veit allt þetta og les alveg og spyr þjónin og tala við hann og þetta er svona gæi, skilur. Og það er gaman að það er gaman að kippa þessu öllu frá honum. Gistu þú okkur ógið alltaf það? Já, ég meina þú veist, við gistum hann allir núna í London, þá gistum við í mjög vafasömu hverfi á bát sem fekk sko, ég held að hann fengi 1 stjörnu, ekki náði valla af 5 á Airbnb og það er, veist, talandum og það var búið að segja við okkur bara farið valega og ekkert vera, þú veist, munalæg, þetta var svona á óþægilegum stað. Þetta var óþægilegum stað. En sko, talandum að þeir eru svolítið líkir, Dóri DNA og Egil, þeir vilja svona the finer things in life. Þannig er ég á milli ykkar tveggja eins og svo oft áður. Eiginlega í öllum skoðunum er þú hér, ég hér og Egil hér. Af því að Egil vill vera bara flottast og dýrast á hótelinu. Ég þarf þess ekkert endilega. Mér er drullu saman. Já, það er, þú ert svolítið hinum megin, sko. Já, mér er drullu saman. Þú getur sofið í kofa og þú ert bara feskur, sko. Já, en það var eitt samt sem ég kom stað í þessari seríu er að þú getur ekki verið alveg þarna. Nei, af því að þú ert komin í það þá ertu komin í, þú veist, þú ert að lesa reviewun og sjá myndirna Bad Bugs og myndirna öllu þessu dóti. Ertu búin að frista töskuna þarna? Ég gerði það alltaf því ekki nefn ég er bara að gera sexunum, ég tek alltaf töskum, sitt í fristi, geið með töskun úti, læt regna hana 3 sko, og ég bara
Ég basically fataskápurinn hálf tómur eftir þessa ferðina því að það allt ennþá í frist ykkur staðar. Einhverju fleiri sem gera þetta? Já, allir. Það frista allir? Nei. Já, ef þú ert að gista á, sko, ef þú ert að gista... Þú gerðir þetta bara eftir AC. Þú er átt að því, þú veist hvað París, ég myndi að hvað er stórborg, bara París. Við fórum á hótelið sem var rankað næst neðst á Tripota. Þú getur bara flett upp hótelinu, það er í næst neðsta sæti. Hvernig getur Nója Junior verið á svona stað? Ef þú flettur á blaðsíðu 700 og eitthvað á TripAdvisor og það er aftast. Var þetta ekki erfitt fyrir þig? Þetta var erfitt sko. Það er bara þannig. Mér fannst þetta erfitt. Og fólk heldur að setja grínast en þú ert ekki að grínast. Þú kemur heim, tekur fötin og setur þig fristir. Og núna, ég bara segja þetta eitt að Tjörfi, tökumæður smá sjára á hann hafa tekið þetta á sig. Það var eitt herbyggi í kjallarunum. Þetta var hótel svona fjara það var hótel í kjallarunum á bátnum. Svona eitt lítið herbyggi svona. Já, bara herbyggi, ekki hótel. Nei, ekki hótel, þetta er ekki hótel. Ég ætti að fara með það. Og hann vaknaði með bit sko. Það? Já, hann var bitinn sko. Og við erum að tala það blætti úr honum sko. Það var líka eitthvað í vikunni frá Teni. Það er nú ekki gott fyrir Tenegils að það voru eitthvað svona bedbugs eitthvað. Það var á flottu hótel. Og þátt að bjóða þeim 10% afslott. Ég hef aldrei verið á því hóteli. Hvað var þetta bara frítt? Þannig að þú getur þetta bókað því. Þetta átt að vera flott hótel. Ég sá fyrirsögn að hugsa að þú getur fólk sem bókað svo okkur ógeð. Það er sem ég hugsaði sko. Sér var þetta ekkert ógeð, bara ágæti skæði í rauninni sko. Það voru bara óeppin. Það verið eitthvað óeppin með það sko. Maður getur verið ferðan í Sunshine, getur verið bitin öllum anskot sko. En vonandi hlusta þau, því að þegar þau komu heim þá áttu þau greinlega að taka öll föti sín og setja þau í fristi eins og Steiti gerir. En hótelið var að segja að þau hefðu mætt með pöttunar. Nei, svo föttu þau eru frá Íslandi, þess að pöttur er ekki hótelið sagði bara þið mættu með pöttunar. Heim á Íslandi. Það er rosalegt sko. En ég held Steinþór að þú sért líklega sá eini á Íslandi sem fristir töskuna sín og fötina. Ég held ekki. Ég held að sé engin út en að ég myndi aldrei gera það. Þó að ég myndi opna töskunum mína þá gef mér heil fjölskylda pöttum upp úr henni. Ég myndi ekki taka fötin mín og frista. Flesti setja bara í vél og þrýfa fötin. Búin að vera hótelöka, þannig að ég með nokkuð sem að vélinn drepir. Nei, vélinn drepir þetta ekki. Jú. Nei, vélinn drepir þetta ekki. Nei, ok. Og bara lifa það rafa að snúast þarna hringandi. Ég þvæ bóluna mín á 30. Ég þvæ það ekki á herra sko. Ég bara, að því annars bara hlaupa þér sko. Það verður á litlir. Þannig að ég, maður þarf að, þú veist, svona pöttu degi ekki á 30. En ertu ekki bara með fristi, bara svona ískáp og svo neðradrasliði fristir? Jú, ég bara. Þú ert ekki með einhverja risa fristi kist út í bílskur? Nei. Hvernig kemur þessi fyrir? Að því ég er með auka ískáp í geymslunni. Þú setur það þar í fristiðin. Já. Ég er fjölbýliskómur, ekki með auka ískáp eitthvað stöða sko, því miður. Ég er ekki farið þetta sko. Við gerðum þetta í blöðkastunni en við vorum svo þunnur og þreyttir þar að bara enn og aftur ég held þetta sé skemmtilegast að gigga aðeins minnar bara síðasta lögðarskvöld. Það er gigga síðan ekki frá því. Djöfull var þetta gaman maður. Bara þökkum kjallaði fyrir okkur. Djöfull var þetta gaman maður og bara þetta fór framar mínum björstustu vonum. Það er ennþá í gigvímu. Það er svo 7-10 dagar gigvímu eftir þetta. Svo líka er bara þjóðtíð minni mann á bara þarna hitturu bara skemmt, þetta er Íslendingar upp á sitt besta. Okay, það er ekkert endilega að vera þjóðtíð, bara messlunhelgina þegar allir eru í gýri ykkur á 3 daga. Þetta er svona einn stærsta ferðahelgi Íslands. Þarna hittur þú besta Íslendingi. Þarna færðu bara, hann er til í allt, allir glaðir. Það var skemmtilegsta fólk landsins. Ég man ekki eftir, sko, hvað allir við höfum spilað oft á þjóðtíð, það er orðið heldur oft. Ég man ekki eftir brekkunum svona. Aldrei bara orkan. Bara fyrir orkan og stemningin, það er líka bara þegar maður horfði í dalinn. Það var aldrei verið svona margir. Aldrei, maður sér að því að þú veist, það er alltaf, þú veist, dansskóli fullt og svo er brekkan, þú veist, en brekkan var stöppuð. Maður sá ekki hvað hún endaði. Nei, maður sá ekki hvað hún endaði, þetta var mjög spes. Þetta var sturlað og þetta er eins og Touché vinnurinn Rakelar sagði You're different breeds. Þá var hann að tala Íslendinga og ég gleymis ekki, það var í fertugsamli hjá konunum minn í London og hann tók mig svona til hliðar því að þá var búið að vera jam 3 dagar í röð. Hann var að spurja mig, ég mun aldrei gleymis, hann spurði mig on the cheese, ég vissi ekki eins og cheese væri kókain. Hann þurfti að útskýra það fyrir mig. Hann var að spyrja mig hver væri ostunum að inni. Ég bara ostunum, ég vissi ekki hvað hann var að tala um. Ég bara, og svo sagði hann kókain. Ég horfði svona yfir salin, ég bara, enginn hér. Hann trúði ekki. Hann trúði ekki að fólk gæti verið á svona keistlu án þess að vera að taka ykkur aukaefni. Og sagði þá orðurétt You guys are animals, you're a different breed. Já, en þú veist, það má ekki tala bara Íslendinga. Það má ekki gleyma líka, þú veist, eins og bara hann er New York, þú veist, búið, skilur við. Og hann hefur séð þetta allt. Já, þú veist, ég minna leið í New York, þú veist, þú ferð út, þú ferðir, þú veist, 1-2 drykki
reykir hálf á Jónu, farið eitt kokteil, þú ert einhvern veginn svona í einhverjum gýr og farin heim fyrir 2 ert eitthvað að spjalla og fer heim til þú ert ekki að drekka bara 50% Smirnoff af stút alla nóttina sko. Hann hafði bara aldrei séð hann var bara, hvað er gangið og málega að við sko, ja, þú veist, hann datt í það, skilur við vorum ekki alveg að hella hann fullan hann sá alveg það sjálfur en daginn eftir, ég hef aldrei séð neitt jafn lítinn. Nei, hann var að reyna að halda í Íslendingana. Hann gæti ekki setja kjör og það var ekki hægt. Nei, hann bara kúaðist og allt í rugli og bara veipa hann að slaga og lappi hringi. Hann var bara í haki. En það er ekki kannski ástæðan fyrir að maður alveg fyrir á 50 að jafna sig eftir svona helgi en sveimi þá, þetta var þess virði. Alveg stuglan. Þessi tóku 5 mán, það er helvíti vel gert sko. Álur vakt. Það get ég ekki. Húkarinn og sko ég er búin að komast að því 3 dagar max hjá mér. Ef þetta er á svona keislu ég get alveg farið til útlanda og eins og bara á Ítalíu tekið dagdrykkjuna að fara að sofa þá get ég tekið bara alla dagana ég get lettilega tekið viku þannig en ef ég ætla að taka frá hádegi til 3-4 þá er 3 daga max ef ég ætla að vera áfram á þessu ég er stóðið í litlasviðinu klukkan bara öll kvöldin 5:30, 5:15 sko við splittum hann tók miðnætti síðasta kvöldi sem að hjálpa hann þegar Ronja kom með okkur þannig að ég tók laugardaginn og Sigrún tók sunnudaginn þú veist að því að og hún var til 7 Anna okkar þurfti alltaf að fara út skilur fara heim á hótel minnati eða eitthvað hvernig var dagur þessu hartið það að dagur til 7 það er mjög vel gert já Sigrún auðvitað að hlusta aftur að ég plott svo nátt að vera stemningskona já en við erum með sko þetta er fyrsti stúdíóþátturinn eftir sumarfrí og sko eins gaman það er að vera á þjóðatíð í beinni það er svona kliður og manni líður vel bara einhvern veginn við 3 hérna í stúdíónu já þetta er næs fyrsti stúdíóþáttur eftir sumarfrí vorum við fyrir 6 vikur síðan já það var helvítið langt síðan við erum með já bara þrjusu þátt ég ætla að henda ykkur í hver á röddinni umferðinu drengir hann er búin að vera í góðri pás já og það voru nokkur búin að vera senda á Insta svo hugsaði bara það er komið tíma á að fá hann aftur já og fyrir ykkur sem hafi ekki heyrt annað þá er ég með voice memo frá 3 þekktum einstaklingum úr samfélaginu sem eru að öskra í umferðinni og drengirnir og þið sem heima sitjið í bíla eða hvar sem þið eru að reyna að giska hver þetta er Stegi bóði við erum með spurningkeppni Gilsarans hvað eru að bjóða upp á þar King of Gay auðvitað ég spurði á Ólífa þeir eru alltaf geiprætt helgina já og sísun og keppni hún er verið reglulega ég held að sem er þess bara fínasta spá á morgun já gleðiganguna já maður er helviti peppar að taka maður tekur sófan í kvöld já og knúsa krakkana og svo er það kikið bara í bæinn á morgun og tekur göngu en er þetta róleg helgi? Hjá mér já en ég meina ekki á Íslendingum ekki á Íslendingum fínt veður í dag já og það er risa partí í kringum geiprætt ég meina Palli með risa balla fullt af böll fullt af activities í gangi og bara bærin eðar lífi sko já ég ætla að vona að sé fólki í gýr núna einhver komin í pottinn bara með bjóra hlusta já við erum með Blast from the Past og þetta er með fyrstu gröðumönunum hjá Petri ég fann þetta var að leita einhverju af því að við komumst ekki í klefa við Steindi því að hann var að lenda beint frá London eins og kom inn á einn aðan og þetta er stórkostlegt eins og við segja þetta er frá 2013 þetta er 11 ára gamalt shit og þólir þetta dagsins ljós í daga því að núna hafa tímar breyst já þetta og mennir með ég allavega hafði gaman að þessu svo erum við með heitasta rappara Íslands í dag St. Pete hann er á leiðninga hann er að fara að koma hérna og hérna sko það sem hún langaði að gera hún langaði svolítið að taka hann langaði að taka gamla Chronic stæfninguna og sem voru alltaf Robby var með á X-inu að hún langaði að frístala þetta ég fíla það er ekki margir rappar sem þóraði sko nei hann er bara þú veist þetta er ferskasti tónlistamæður sem við komum lengi staðfest og hann er að koma að það hefur ekki verið svona buzz fyrir neinum bara síðan Aron Kahn og hann stóð nú og Herra og allir sem voru að koma fyrir veist, mörgum árum nú er hann bara að mæta og það er bara mikil stemning fyrir honum og hann er líka geggjaður og hann ætlar að koma þetta eftir og það er plata á minnati sem er geggjaður hvað gerður í flugulunni þú varst að fáið 2 reynda sá ég vídeo er það svona steinsóandi þú sagðist að vera undirbúið vilni ég undirbúið mig vel svo tók ég smá nokkra takk fyrir að henda því á Dóri hætti á grammi hann takkaði mig
Það er svo það er Hann er ekki að virða það að þú vilt ekki leta taka vídeo eða svo Nei, Við sleppum því, Dóri hikar ekki Lestu ekki yfir honum eins og gerir við mig Við myndum fá old fashion Ég hef aldrei mátt svitið þinn Nei, sko, málið er það Hann var ekkit eðla þakklátur af því að hann var að fá followers hann var að fá fullt af nýjum followers Hann er bara að safna followers og honum fannst hann skulda sínum nýju followers eitthvað gott content og hérna og nýtti þig í það já, þú svo átt í flugvel ég leiði því bara að slæta, það er bara, ég var í stemningu hann postaði líka mynd eða þú eða Con Air plakati í rúmið ég meni, við vorum grjótari Con Air rosald plakati ég veit allt um það hvað hefur við oft fengið þig hefur við postað eitthvað svona gleymdu þessu og maður þarf að taka þetta út nei, hann hefði bara hort á þig út með þetta þurft að dílita potið Dóri með free pass en næst þegar hann dettur út þá ætla ég að posta mynd ég ætla að hörðu nú ertu að koma illa fram þig Gilsa Dóri má posta þess ekki ég þetta var eini free pass hérna stóra hann er búinn herru sástu á gömlu myndinni með Conner sástu að myndir af Jim Carrey myndasigurinn í Kjartans það var herbygginu gamla myndar hvað er gamlir hann ég bara var við vorum að reyna að rifja það upp ég er bara ekki viss 13 ára við höfum verið eitthvað svoleið 13, 14 ég bara veit það ekki en hérna tágrannur og flottum ekki það og sést ekki flottur og grannur í dag skulum ekki byrja þáttin á fettsemi ég er ekki að fettsema ég var að segja bara að þú var svo grannur á það eins og það ert í dag bara stórbinóttur en veit þið hvað er ekki þú ert ekki stórbinóttur nei ég kom með þú ert ekki feitur hættu þessu akkurat ég kom með hvort myndið frekar og svo tók ég líka virtan lið með mér í dag sem heitir Mávar það er hjúls það er comeback á máfum og hver á röddinu umferðin þetta er stórt þetta er bara stórt en svo bara hef ég aldrei ég held að bara eitt af besta sem við komum fyrir mig í nokkra mánuði er að leikskólanir byrjuðu aftur í gær guðminn góðum þannig að nú er þetta allt komið í svona sitt norm sveið með þá og ég bara þakka leikskólanum landsins bara fyrir sína vinnu þetta er ekki óþrólandi þessi krakkast þetta var ekki hægt maður við hefum alltaf sagt það hér að okkur finnst að leikskólakennar eigi að vera með svona 12 til 14 miljónar á mánuði já, eitthvað stað það sko ekki minna en sko Steindi þú færð eiginlega fyrsta lag dagsins er tilengað þér því að eins og ég sagði hérna í byrjun þáttar þá er ég ekkert eðlilega ánægð með að stökka beint úr flugvélinu og hingað þannig að þú virðist vera gaur sem stendur út í nafni og er til í allt Þetta er FM 957 Það held ég fyrir að hlusta hér á FM 957 á FM 957 til í allt og já, Steindi búin að sanna það hér í dag hann er til í allt, hann er til í að hoppa upp í flug og beint í þáttinn eftir 3 daga tökum og ég er hrósanum fyrir það sýtum með ískaldan Túborg beint fyrir fram að sig og hefur aldrei verið betri það er bara hannig Herðu, eru þið til í slúður drengir? Já og ég held að ég sé bara með nokkuð góðan bakkandi ykkur í dag Ég ætla að byrja á, það er hvernig það er verið að fara illa með okkar bestu J-Lo þess að dana hún er að fá mikinn skít bæð á samfélagsmiðlum og öðru því að ég rætti þetta við ykkur rétt fyrir sumafrí að hún söng vist ekkit öll lögi sín þegar hún var að slá í gegn og það eru nokkra söngkonur sem eru búin að vera að koma fram að segjast það var sungið þetta og hitt sem sagt lögin hennar það var ekki bara backup singers eða? Jó en sko backup singerinn má ekki syngja þær voru ekki backup singers þær voru bara söngkonunnar og þetta var meira eins og J-Lo væri backup singerinn í sumum lögum Gæti það að setja on the floor eftir hennar mólahjöður ég gerði það syngur það ekkert lofa því ég heyri það það er svolítið hart að segja bara hún get ekki sungið hún er fín söngkona svo er þetta ekki bara heyrus maður getur ekki trúað öllu heyrus heit sko já heyrus konar heit og það var að koma meira heit á okkar bestu hérna því að Whitney Port sem er vist einhver raunveruleika stjarna Whitney Port já hún vildi meina í nýjasta hlaðvarpi sínu Wit sem heldur út á samt eiginmannin sínum Tim Rosenmann hjón saman með podcast það er bara red flag nei það er fullt af fólki sem er ok, vildum að frambúna það er ekkert að ég vera hjón með þátt hvað, af hverju er það eitthvað red flag? ég veit það ekki, það er bara alls ekki við erum bara heimskir hérna Þetta komið þín að skoða já, svolítið meira eigin hérna hún var að ræða
í þessum þætti að Jennifer Lopez væri athyglisjúk og væri svo athyglisjúkasta í bransanum og hún sagðist að hafa séð hana með götuljósmyndar daginn sem að átti að vera paparazzi að hendin svona handófskendun augnablikum yfir daginn en svo var ekki því allt í kringu tökurnar var vel undirbúið og það var ljósmyndari á hennar vegum sem var að fylginni, ekki að paparazzi því að hún var að hjóla hann í einhverja vinsælustu ísbúð bæjarna sem heitir Candy Kitchen en hún fór ekki einu svona inn þannig að þetta var, við höfum nú rætt þetta einnig sem þætti það er borga, ljósmyndar alltaf sig að þykjast vera paparazzi já og svo fór það Steindi var að vera kringulega og var með 10 gæði eftir sig hlaup út eftir hún með kamerur að negla á hana myndum á payroll hjá Stoney og svo var þetta selt í slúðublöðin en þetta var allt mjög góð, ég er að hróða, þetta er góð hugmynd en ég minna, kannski var hún að auglýsa þessa ísbúð nei, þetta voru nokkra myndir já, maður veit það ekki en hún vildi alltaf að meina að þetta væri svo skrítið að jafn stór stjarnar og Jennifer Lopez væri að láta eitthvað ljósmyndar elta sig og láta eins og það væri paparazzi sem væri að var hann í ídónum og svo láttu mig vera nógið nei, þetta voru alltaf bara mjög flotta myndir en þetta er, við höfum nú rætt að hérna þetta er alveg smá trend, við höfum séð Gumma Giro og Lion the Fine vera að lappa yfir götu og ekki horfa eins og sé vera paparazzaði og The Rock líka það er mjög, og Stephen John Turner það er mjög cool talandi Stephen John Turner, hann er bara í göpun núna með permanent sá það, hann setti permanent í sig það taka myndar í miðju skrefi svona í miðju skrefa lappi yfir horfi eitthvað reyður ég þarf þannig myndar það er engin leið drengir að hún hafi ráðið einhvern ljósmyndara til að þykjast vera að elta sig að paparazza nei, það er ekki þannig en svo séru hvað þetta er ljótt það því að þau ræða þetta í einhverju podcasti sem er greinlega mjög vinsælt podcast og nú er þetta komið bara í FNÍ5 blöð á Ísland podcast með manni síni sem er leðalegt í gæði sem ég kynst sko. Þetta er slagt podcast við erum að ræða allt sem við ræðum eins og þætti og í blökastinu og það er ekki þú þarft að taka sem með teski að salti sko. Ég held að þessi paparazzi gæði sé legit já og ég held að þessi heyrur ég held að bara vera að taka einhverja myndi við tökum upp hanskan fyrir J-Lo ég sá nú bara alvöru paparazza vera að elta Ben Affleck daginn bara vídeo á því og Ben Affleck var mjög þreyttur á því sko og virtist eiginlega vera bara hálfparti komin í tauga ég elskar Ben Affleck og auðvitað sem er ekki þunnan já, hann er hættur að drekka hann er ekki þunnur hann er bara þreyttur á þessu en næsta slúður það er svona aðeins jákvæðara því að Victoria Beckham það er rosalega breyttu namnunni því Victoria Beckham hönnuður og fyrirvændi kryddbía hún var í viðtali við Vogue nú á dögunum sem sagt ástralska Vogue og það var Nicole Kidman sem að tók viðtali það er eitthvað rándýrst að fá hana til að taka viðtali og þar opnaði nei, þetta var bara fyrir þetta þar opnaði Victoria Beckham sig á að hún hefur aldrei verið ástfangnar af David Beckham en akkurat nú síðast þá er það bara að skilja þetta er risa red flag right over there jú, sko, þetta er bara ólega að geta að posta myndum á síðan sleik núna já, ég kíkti á Insta hjá hann er það mikið myndum að það? Þetta er ekki að sko, við höfum rentið þetta áður sko, það er auðvitað er í lagi að hjón og posti mynda sér og það er gaman sko auðvitað það fyrir ekkert alltaf að sé alltaf bara í þetta sér ef það er allt í toppstandi ef það er alltaf ef það er mikið af því þau hafa ekkert verið mikið í því þá er það bara þannig að það er allt á leiðinni ef það er allt toppstandi, ef það gengur mjög vel hjá þeim og þú eru mjög hamingjusöm þá ferðu ekki í viðtal og segja allt hafa aldrei verið betra nei, hún var ekkert bara að ræða þetta þau komið bara inn á þeirra samband og hún sagði að aldrei verið ástfangandi já, en þú voru að endurspegla það ef þú hefur spurrað þessu í viðtali bara heyrðu, já, hvað sér og hvernig gengur heima og hvernig fjölskyldan og frúin og bara, já, bara gott af öllum og allt frábært já. Það er gott svar ef það væri rétt sem það er ég ætla að vona það ég get ekki svara því það komast undir það sem ég kannski ekki eitthvað svo vinsanast að heima en þú veist, það er bara gott að fyrir þetta öllum og svona en hvenær myndur þú stíga fram og segja bara, heyrðu, vistu hvað, gott að spurra þessu af því að ég bara, þetta er aldrei verið betra aldrei, þetta er bara besta stemning heimaða mér ever ég er ekki alveg samlækur þú hlýtur að mega verið viðtalið, þú spurður út í sambandi og þau eru bæði heimsfræg og hún segir bara, ég hef aldrei verið ástfangin á honum okkur getur það ekki verið legit nú ætlum ég bara að vera einn á móti tveimur getur ekki bara eftir allt sem undan við gengið og þau eru bara núna ógislega hamingjusum og hún er að segja frá því það getur alveg verið legit ég veit að lauma smekklega að en ef þetta er svona over the top og svo eru sleikmyndir non-stop á Instagram þá er þetta bara búið já, sleikmyndir eru ekki góðar, ég veit ekki það ég tek undir það, en ég held að sé allt í lagi í viðtali ef að bara henni líðu þannig að þetta hefur bara aldrei verið betra þá
Hann má alveg segja. Ef það er par að posta myndum á sig non-stop, þá er þetta búið. Já, það er sérstaklega It's science. Það er kannski fínt fyrir fólk sem er að hlusta að vita því að ekki vera því ef það er allt í góðu. Sérstaklega ef það eru sleikmyndir sko. Þá er það alveg og þá er þetta búið sko. Þá er þetta bara svona ykkur Hún sagði lykillinn að farsælu hjónabandi væri gleði, hlátur og stuðningur. Þannig að þið takkið það á kottan drengir. Gleði og hlátur svolítið the same shit og stuðningur. Já, að stiðja hvort annað. Já. En það hef ég nú bara sjálfur sagt. Konaðin þarf að vera besti vinni. Ég held að séum allir með þetta on lock. Já, ég vona það. Þarft að geta hlegið heima. En lífið gleði okkur félagunum sko. Já. Lettur okkur að segja að við séum með allt on lock. Mjög skemmtilegir sko. Svo loka slúðupakkin. Hann er af manni sem hefur ekki verið í slúðurinu held ég ever í FN95 blöð. Mjög eftir rapparunni Nelly sem var alltaf með plásturinn. Hann var í kasínó um daginn og vann AC? Nei, hann var ekki AC. Það var einhvers annar stað. Það var ekki Vegas heldur samt. Evrópu? Nei, þetta var í Bandaríkjunum. Þetta var í Missouri. Ef hann var í Evrópu þá mætti hann bara drekka 3 bjóra með hann spila sko. Það er vel þreytt. Nei, bara í Írlandi. Tapaði hann? Ég ætla gaman að menn tapa. Nei, sko, þetta er þannig að hann vann $50,000 sem eru, hvað er þetta, 6,5 milljónir ekki? 8M eða, við það ekki. Já, 7 milljónir eitthvað. Og af því að þetta var svo hár vinningur þá þurftu að gera background check á honum og þá kom í ljós að hann skuldaði einhverjar, fór yfir á rauð og eitthvað svona og var eftirlýstur í fylkinu. Þannig að löggan kom á svæðið og handtók hann og hann var sem sagt með aðra höndir í handjárnum og hina að fá $50,000 sem að vann í slottmasín svo að fara með hann út í bíl og þar fundust ecstasy-töflur og eitthvað. Þannig að þessi $50,000 vinningur hans í einhverju, hver, og ef þú ert svona frægur er hann kannski ekki það frægur, hver að slotta? Hann alltaf er ekki það frægur sko. En af hverju er að koma fréttum ykkur sem, þú veist, fréttum ykkur að Hollywood-stjörnu sem vann 5 milljónir? Nei, það var náttúrulega ekki fréttin. Fréttin var að hann var handtekinn af því að mann þetta. Það eru náungar á Ölver núna að taka út 5 milljónir sko. Nei. En af hverju má hann ekki taka En af hverju má hann ekki fá svona okkur e-pillur? Það er allir úr glæpur það? Já, það er glæpur, það er bara ólöglegt. Þú mátt ekki vera með það í bílniðinum. Það fréttin eru hvað þú ert í heiminu samt? Nei, ég held að e-pillur séu bara hvergi löglegar. Er það? Ég held að mig er alveg dæli í því alls konar stöfi bara í Portugal sko. Nei, ekki e-pillum. Nei, herðu, þetta var slúðurpakki dagsins. Áður þetta fyrir eitthvað algjört rugl. Svo var Hawk 2 að bíðan, hún var að fá sinn ein raunveruleika þátt eins og við spáðum hérna daginn, drengir. Við óskum henni til hamingju. Hún er að raki. Já, hún er svona metin á 7M USD núna. Já, bara á 2 mánuði sko, á 10 krónu hann daginn. Og hún virðist líka að vera að hafa gaman. Já, þannig svona átt að nýta þetta ef þú, færð heimsfrægð á 2 mínútum. En skuldum auglýsingar, svo hér strax eftir auglýsingar eru að fara í Blast from the Past, fyrsti graðimaðurinn frá Pétri og hver á röddinni í umferðinni, þannig að ekki missa því. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta er þeirra að hlusta hér á FM 957 á FM 957. Ég sá bara Houdini, ég held að þetta væri M&M en ekki það, Dua Lipa er með allt upp á 10 svo sem líka. Setjum M&M bara á næst en drengir, oftast á þessum tíma förum við í klefa en Steindi var vant við látin í dag fyrir partinnan, við gátum ekki fyrir klefa þannig að við ætlum að henda okkur í A Blast from the Past sem er líka fínt því að það verður ekki verið í smá tíma hjá okkur. Ég peppaði fyrir þessu. Já. Er þetta ekki þetta fyrstu gröðmálunum? Þetta er held ég númer 2. Já. Og þetta er símtal sem við erum að hlusta núna er frá 12. september 2013. Þetta er Pétur Jóhann að taka graðamanninn og ég held þetta sé í annað frekar en þriðja sinn sem hann tekur þennan karakter og ég hlusta á þetta í dag, þetta er gaman að þannig að við ætlum að henda okkur í Blast from the Past og það er graðimaðurinn Pétur Jóhann að hér syngir hann í Bonda og við skulum bara stekka hans á þessu. Já. Góðan daginn. Halló, góðan daginn. Góðan dag. Er þetta Jón? Nei, ég heit ekki Jón. Ertu ekki Bondi? Jú. Hvað heitir Bondabærið? Þetta er mér á heima? Já. Þetta er Bjóla. Bjóla alveg rétt, já. Ertu ekki með beljur? Jú, nokkrar. Hvað ertu með marga beljur? Það veit ég ekki. Hver er þú? Ég heiti Axel. Já. Hvernig ertu svona, og ertu með kindu líka? Nei, það er nú páar. Það er nú lítið. En eitthvað af þeim? Nei, ekki mikið. 1, 2? Já, eitthvað svo litið bara. Áttu með hund? Nei. En hvernig með beljurnar, það úti þeirri núna? Það er svona ímist.
Já, og Það hvernig, voru að spyrja þessu. Hvað segirðu? Þetta er nú bara forvitni sko, ég er svona aðeins að forvitnast bara með, þú veist, með beljurnar, ertu að tala við þar eða ertu að segja eitthvað við þar svona, þegar þú ert ekki að mjólka á mótnana eða, hvernig? Seturðu þá, þegar þú ert að mjólka beljur, seturðu ekki eitthvað á spenana á þeim? Jú, það er bara mjólka, það er hvað að gera. Og hvað, ertu með mjaltavél eða? Já. Sem er að strokka þetta eða ekki? Er ekki að sjúga á þeim brjóstin þá? Nei, þetta heitir júur á beljum. Þetta er þetta júur á þeim, já? Helvítis beljum. Hver ert þú eiginlega? Það er að ringja hingað. Nennir að segja fyrir mig, þetta helvítis beljum. Sjúga júur á beljum eitthvað. Nennir að segja það fyrir mig. Hver ert þú eiginlega? Býtu okkur að ringja hingað. Nennir að segja það bara einu sinni eitthvað. Setja ykkur tækja og júgur á beljum og sjúga þetta. Nei. Nennir ekki. Okkur að ringja hingað. Hver ert þú eiginlega? Að því mig langar svo að segja eitthvað svona beljur og sjúga og hvert verður mjólkin? Nú er mjólkubúið. En hvernig tæki er þetta? Hvað heitir þetta? Mjaltavél? Setur það á júru? Er þetta ekki brjóst á þeim? Nei, það. Er þetta júur? Hvað kallar þetta? Hefur þú aldrei komið í sveit eða hvað? Já, má ég koma í sveit? Hefur aldrei komið í sveit? Nei. Er þetta ekki eitthvað skrítið bara? Hver ert þú eiginlega? Mætti ég setja, ef ég kem... Ertu eitthvað furðulegur? Ef ég kem í sveit, fæ ég þá að setja þetta á júru? Nei, þú færð ekki. En að bera júursmisla á? Nei, þú ert bara Bjáni. Ég vingar á að tala við þig. Nennir að segja ég sé Bjáni einu sinni enn. Já, Bjáni. Helvítis Bjáni get ég verið, það ekki? Er ég einhver helvítis belja eða tutti? Heyrðu, ringdu hvort annað, ég má ekki þeirra... Nennir að segja það bara einu sinni, segja ég sé einhver tutti. Ég er nú að gera að tala við svona fugla. Nei, fugla. Já, verður þess. Segðu það einu sinni enn. Shit, hvað þetta er gott sýttur. Þetta gríð. Þetta er líklega best að sé ég heitna. Blast from the past. Hvað fyndi maður? Bjáni er svolítið búið að deyja. Ég ætla bara að kalla með hann Bjána nú. Málið það. Er ekki bara Bjáni? Þetta var gamli skóli sem var að tala við hann. Það er aldrei skellt á Pétur. Nei, hann er með einhverja svona rödd sem að fólk treystir. Skellt á ykkur. Það hefði verið búið að skella á okkur fyrir sko, ég veit ekki, þú veist, það er bara aldrei skellt á Pétur. Sko, er ekki helviti langt síðan að PC tók grað. Við þurfum vel að fá hann, næst hann að gefa þessi gestastjónandi. Við erum að hendi grað, mann. Já, bara comeback. Í kvelli þetta var, dagskráraliðurinn Blast from the Past og það var alltaf mikið leið hér í stúdíónu, vonandi hjá ykkur líka. En eins og ég sagði á hann, þá heldum við að Houdini var með M&M þannig en okkur ekki bara setja á eitt besta lagi hans hér sem heitir Lose Yourself. Það er mitt alvöru rappari á leiðinu til okkar sem að, heitir St. Pete. FM 957 Topp tónlistarstöðin. Er þetta besta lag M&M, drengir? Ég veist reynda Without Me bestalega. Það er bara mitt faglega matinn. Þetta er samt upp þér, skilur við. Já, það var mikið gert grína mér í mínum vinahóp þegar ég læriði textana og svo var alltaf að rappa með og alltaf að segja að mér finnst það svo töff að kunna en það var óþægilegt. En ég held, þetta er allavega, þetta er topp 3 sko. Já, ég 8 Mile var góð mynd maður. Já, geggjum, maður er að taka hann aftur bara. Já, og líka bara stemningin í lokin í ballinu og þetta var rosalegt sko. Ég var að byrja að horfa á House of the Dragon í gær sem að gerist undan Game of Thrones. Eru þið Game of Thrones menn eða? Já, maður er ekkert það kemur annarkvort ertu eða ekki. Ég er það alveg. Þá myndu fíla þetta. Ég var búin að vera með eitthvað svona, var ekki til í þetta eitthvað en svo bara þetta er ekkert mikið síðra sko. Þetta fær 8,4 á IMDb. Sturlaði þættir, þannig ég mæli með. Ég skil ekki hvað ég ekki einhvern veginn heyrt meira pepp en þetta virðist vera rosa. Já, bara sturlað, þetta er gott stöf. Og þetta gerist áður en þetta gerist 170 árum fyrir Game of Thrones. Yes. Þannig að þetta eru sömu nöfnin og þetta eru sömu fjölskyldur en, þú veist Where the Dragons fullt af dragons, miklu meira dragons. Þetta heitir House of the Dragon. Stór tröll líka. Nei, bara dragons. Þeir eru að mjólka drekana í þessari. Þeir eru að mjólka drekana. Ég elska dragons. Já, það eru bestu skotin. En það er hins vegar komið að dagskrálið sem að Steindi Junior samti í flugvél á leiðinni hingað yfir og heitir Hvort myndirðu frekar, var það ekki? Jú, og sko, ég er með 5 í dag, drengir. 5? Ég veit ekki alveg. Það er oftast bara 3. Já, á ég að velja. Já, geymdu þá 2, taktu, topp 4 kannski. Ok, sko, málið er það.
Ég væri til í að þið myndu velta steinum núna og bara taka þessu svolítið alvarlega. Við gerum það náttúrulega. Já, við bara ræðum þetta rólega okay. Er þetta góða spurningar eða er það bannalega? Nei, mér finnst það góðar. Ok, ég ætla að byrja á einu hérna. Bóðmaðurinn, ég er bóðmaður. Fætur í þess, 9. Og ég ætla að spyrja ykkur, hvort myndu þið vilja vera hestur á ofan eða hestur á neðan? Hvort myndu þið frekar? Af því að, sko, ég fór að hugsa þetta nefnilega því að það er náttúrulega ekki gaman að vera með hrossafeis. Nei. Það er ekki stemning í því, sko. En á móti, þá ertu náttúrulega, annars ertu með, sko, 4 lappir og... Þú þarft eiginlega, sko, bara í kringum fjölskylduðin á annað. Þú þarft að vera með andlitið þitt. Get ég ekki verið með bara 2 fætur? Getur ekki saman það? Verði ég að vera... Nei, þú ert með... Þú ert bara hestur og neðan. Þú ert hestur, sko. Þú ert ekki alveg hestur bara með 2 lappir. Nei, þetta væri þess að 2 fætur af 4. Hvernig er það að halda jafnvægi? Ég er með excellent balance. Já, ekki ef þú ert með bara skott og hérna allt sem að því fylgir. En svona alltaf verðum við að dressa líka penisinn, sko. Já, þú meinar, ég var ekki svona að hugsa það. Þú fær beint þangað í the gutter. Nei, ég er að segja, þú ert þá með hesta. Er ég þá bara með andlitið eða allt fyrir niðan háls? Er það sem þú segja? Þú veist, við erum að eima mittið. Allt fyrir ofan mittið og allt fyrir neðan. Þú getur ekki tala aftur við börnin ef ég er bara hestur og ofan. Auðvitað, þau veit að venjast þér. Nei, tala ég eins. Klappa þér og Það er ég bara. Já, þannig ég er bara með minn líkama en hesthaus. Þú myndir vera búin að fara í Ísland í dag og Kastljós og það myndi allir vita af þér og vera í fréttunum. Þetta væri ég. Það myndi allir heimur vita af þér en þú væri svo bara fengir að vera bara í friði hérna. Já, en ég held að börnin, sko, ég hugsa þetta bara út frá börnum. Og börnin mín væru hrættari við mig ef ég væri hestur ofan. Eins aðstæðanlegt og eitt þannig ég myndi taka andlitið á mér og væri vaksin eins og hestur á neðan. Er það? Já. En sko, bara þú veist hvernig koma þér í jakkaföt þú ert að 4 skó. Hvað er þetta, heldur ég að spá 4 skó. Þú sé að spá því hvernig ég ætla að koma mér í jakkaföt. Hvað er þetta? Nei, þú var viðskiptaföt. Hvað er það að gera? Ég held þú gætir ekki Það er náttúrulega bara allt dautt í lífi mínu. Það er ekkert bara jakkaföt. Ég held að þetta er bara háls og upp. Ég ætla að vera með það horse andlit. Það við líka séð hérna myndina sem okkar besti listamæður í dag, Sigur og Sævar Magnússon, hann gerir myndir, það sem eru bara dýr í jakkafötum. Og sko halda kannski á kaffibólla. Er það sem er að stoppa því þessu að þú getur ekki fara í jakkaföt að þú ert með 4 fætur? Ég hugsa að þetta er mjög huggulega listaverk, það er ég bara eins og það er listaverk, bara jakkafötu með hesthaus. Þú veist, máli Þú getur verið ennþá í útvarp og svona því að þú talar eins að. Já, ég geti sendt e-mail, hvernig geti sendt e-maili ef ég er hestur? Með hófa. Já, þú ert að hrista þig blöð. Það er bara síðasta sem ég hugsa. Ég er að fara að græða fyrir peninga svo rugli. Talað svona hristinga, sko. Þú veist, þú getur náttúrulega ekki lengur bara haft samlíf við fólk, sko. Nú, hvað missi hann? Nei, að því að sko bara með hesta. Já. Þú þurftir að bara stunda samlíf með öðrum hestum, sko. Ég hefur ekki að fara bara í næstu. Ég veit ekki hvernig. Ég byrjar að svitna hérna allt inn og þá er þetta góðfæðilegt, sko. Bara fyrir mig næstu. En ég allavega, ég tæki að halda mínu andliti. Ég held að það sé flestir sem er að hlusta sammála mér. Já, Egill samt seldi mér alveg. Hvernig er í bíó? Hvernig er í bíó? Ég bara stendur út á hlið. Þú þarfst að horfa á myndir á hlið. Sko, frekar ertu bara með hesthaus en allt annað er upp á 10. Gæti verið töff. Og hestar eru frekar myndalir. Ég væri ógeðslega snöggur að hlaupa. Já, reyndar, þú væri mjög góður í því, sko. Herðu, þá er næsta, drengir. Og þessi er nefnilega svolítið góð, sko. Hvort myndu við vilja frekar vera með dúkkuhendur eða dúkkufætur? Og þetta er ekki gott, sko. Dúkkufætur í það að senda e-mail. Nei, þú tekur alltaf. Veistu hvernig þú væri núna? Dúkkufætur þetta fyrir neðan. Veistu hvað varu lítið? Já, þú væri náttúrulega bara. En dúkur eru með stóra. Þú ert að vera ekki í báháskóðurinn sem fær ekki athygli. Nei, þetta tala um, þetta ekki meina bara tásurnar. Það meina allt bara, þetta er bara mjöðv og niður. Já. Það er hika. En sem myndir samt bera þunga. Ég var að fatta það nú, ég ætla að vera bara tásurnar. Nei, en sem myndir bera þunga. Þú lapar það. Talandi jakkaföld. Hver á að sérsöma það á þig? Sko, þetta er alveg vesen, sko. Já, ég finna. Eitthvað dúkuhendar er líka mjög litlar, það ekki? Já. Eitthvað rosalega þessi e-mail mikilvægur fyrir. Það er vinna mín blöð, sko. Já, en ég hérna og svo sendi ég e-mail. Það er eins og ég gerir, sko. En er ekki komið hérna eitthvað, þú getur ekki voice maila? Kannski ekki þetta eigi að leist það. Það hlýtur að vera komið. Það er ekki, en það hefur svo hundur á slóni það. En akkur ertu ekki bara upp í sófa að svara þessu mailu þannig? Það hlutar bara sko. Þú getur að tala bara inn á tölvun og kemur textin. Það er 2024. Þá er búið að lesa þetta. Þá skemmtum við engum alveg hvað ég gerir. Það er til. Það er með alveg saman hvort ég teka það. Það er bara þetta e-mailunum sem þú raunin, sko. Það er stór furðulegt. Líf þitt snýst bara e-mail. Já, það er rosalegt. Sem er hræðilegt. Nei, bara, þú veist, en ég meina
Ég er með Sko, ég er að hugsa hendurnar, get ég ekki drukkið, ég get fengið mér að beer, er það ekki? Jú Ok, hefur þú séð dúkkuhendur? Já, Þú ert að drekka svona, þú ert að halda með báðum Báðum höndum. Hann er samt með sama styrki þeim sko. Þetta er allt weird. Nei, hörðu, ég get haldið á hana jagerflöskuna litlu. Ég geti haldið eina þannig, eða Já, ekki? það verður bara svo tekja lítra fyrir þig. Er það ekki? Ekki fyrir náttúrulega feysið á honum. Nei, fyrir hendurnar. Fyrir hendurnar. Ég held að dúkkuhund getur alveg tekið svona litla jagerflösku. Og talandi um það sem við vorum að tala um áðan sko, hérna þú ert að njóta ástæð með sjálfur, það var eins og sett komið risa sko, þú ert með svo litla putta. Já, sko, hvað þarf að segja þetta minn? Það var basically eins og sett orðin hestur sko, það var með dúkkuhendur. Sko, en málega er, við ætla að minkum veldig mikið að velja fætunar. Þá verður bara, þú veist, ég meina. Þá ertu basically bara orðin meter, veistlis? Ég get það ekki. Hvað meinir? Ég tek hendurnar. Hendurnar? Já, það er bara allt í lagi. Það myndi ekki einu sinni, veist. Það er bara fokkitt. En get ég nota alltaf putta bara, já, vel og svo venjulega putta? Þetta er bara venjulega. Nei, hvað meinar þú? Þú hefur séð dúkkuhendur, eða ekki? Já, en þú veist, þetta er ekki. Ég held að fatta ekki hvað dúkkuhendur er litla. Þetta er ekki postulín, hann getur hreift puttana. Ef hann er að fara að taka lyklaborðið, hann þarf 2 putta fyrir hvert staf, alveg staðfest. Já, jafnvel 4. Já, 3 jafnvel. Ég vil að senda, sem ég iPhone, þá þarf ég alltaf bara að leggja náttúrulega borðið og svo nota ég bara 1 putta. Það er bara nefið þér. Það er ríkalegt sko. Velur ekki bara hendurnar? Ég rótengar með dúkuhendurnar sko. Hvað er þetta mikið? Þú ert samtalið með þinn. Ég segi það, erstu eitthvað alltaf að róta? Þetta er álveru vesen. Þegar þú getur ekki rótað eitthvað. Ég tek hendurnar. Sko eftir báhásuguna hjá Stóni hérna, hann er búin að hræða maður vel til það sko. Maður fær ekki afgjörslu sko. Getur ekki verið með dúkkulappir maður. Dúkuhendur. Drengir, hvort myndu við frekar? Vilja vera með 5 ára smetti og það er 5 ára í frama núna, bara eins og þú varst þegar þú varst 5 ára. Sko, það er bara nánast eins og Matteo lítur út í dag. Það er mjög huggulega þegar maður er 5 ára. Já, en húðin er upp á 10. Já, ég meina þú er bara með það andlit núna, lappandum. Alveg mjög vel. Já, það er samt alveg erfitt, sko. En tala ég eins og það allt? Nei. Ég tala ég eins og þegar ég talaður í á 5 ára. Já, en þú ert samt bara með 5 ára andlit. En í þínum líkama. En þú nærði ekki það sem ég er að spyrja þig. Ef ég er með andlit eins og þegar ég á 5 ára, en tala ég eins og ég tala þetta. Já, röddin er líka 5 ára. Ok, það er verra. Það er weird sko. Eða 97 ára gamlan skaufa. Hvernig eru 97 ára? Breytist það eitthvað mikið? Hvað varst að fá það mikið í vélinni maður? Ég fekk mér 1 læt. Breytast hérna penisandar eitthvað með tímanum? Já, auðvitað, þið krumpast allir maður og verða erfiðir sko. Ég tek alltaf skaufa núna samt. Já, blessaður. Það ekki? Að sjá fleiri andliti á mér heldur en skaufuna, menn það er nokkuð ljóst. Já, en ég finna þú þyrstir að nota. Hvað segir skaufi? Já, fyrir utan það, hann er alltaf að reyna svona orða þetta einhvern veginn penna þegar hann er ekki að vera eitthvað perrakar. Ég hef ekki heyrt skaufi í svona 25 ára. Alveg sem ég hef ekki heyrt bjáni lengi. Ég hef að gleyma þessu orði. Bjáni og skaufi. Ég var að tala um sko. Hvað segir skaufi? Ég ætla að reyna, ég var að orða þetta pent, ég meina skaufi nú. Skaufi? Ég tek það, alveg pottet. En þá náttúrulega, já, en þú veist ekki gaman eða að nota félagann kannski. Nei, það er hægt að gera aðra hluti. Ég meina hvernig á blöðurinn að lóka viðskiptingum síma og hljóma svo 5 ára krakki. Já, það er bara ekki hægt. Og hvernig, bara ég missi alla atvinnu. Nei, okkur. Hvað heldur það, en einhver að horfa á tónlistamenn okkar og ég er bara 5 ára að tala við einhverja tónlistamenn. Ég meina, en þú ert ekki 5 ára. Nei, en ég er með röddin og andlitið og allt. Já, ég meina. Það er ekki að taka þig alvarlega. Jú, það er að breyta í post líka. Hann er satt með full set of hair og reyndar, ég fekk ekki hárið aftur. Mjög sætur, 5 ára blöð er mjög sætur og sko talandum hitt, hvernig ætlar að gera það með konunni? Hvað heldur að kona en vilja sofa hér út með bara andlit á 5 ára krakka? Ég er ekki vissum hún sé eitthvað spennt í 100 ára gamlan af tvennu slæmu, er það skárrað og sé með 100 ára gammal tippi heldur hún sé að sofa hjá bara manni sem lítur út fyrir að vera 5 ára. Ég veit ekki hvernig þetta er. Ég meina, þetta er ekki góðir valmöguleikar. Þetta er allt ræðilegt. Þetta er erfitt. En þú mátt ekki vera að véfengja mig. Ég segi bara hitt, ég segi 100. Ég held að ég sé sammála Blondale. Þetta var létt. Það var þetta létt. Og hina voru samt erfiðar. Vil ég fá síðustu það? Þetta er 4. Ég er með 5 sko. Já, ok, hvað með einan? Síðasta. Býtu, ég vil að velja hérna. Ég aldrei heitum 5 sko. Hvort vil ég svara hérna? Ég ætla bara að spyrja ykkur báðum og þið velja eina alltaf svara. Hvort vil ég hafa hrossafeis eða vera allir í. Það er búið, þá tökum við hérna. Það var áðan. Já, eða allir í ull að neðan. Hvað var hitt? Hvort myndi vilja græna nammipokan eða ekki græna nammipokan? Það er jafnvel með póka segðast.
Þetta býtu, hvað komst í pennan hjá Dóra? Hvað að gerast þetta? Við skuldum auglýsingar. Hvað í pennanum? Og svo hver á röddinni umfyrðinni og sem týtir þetta leðinni. Nei, þetta svo steikt bara. Er það í pennanum sínum? Nei, hann ekki með neitt þannig. Við skuldum auglýsingar. Þetta er topp tónlistarstöðin. Það old school tónlistir hjá okkur í F95 blöð. Það var Lose Yourself áðan og Empire State of Mind. Þetta reynda var bara í kerfinu, drengir. Þetta var ekki frá mér. Þetta er cozy. Já, þetta er gott lag maður. En það styttist hér í rándínan gest sem er á leiðinni. Við hefum líka eftir að fara í spurningakeppni Gilsana sem er hér eftir smástund. En erum að fara í lið núna og þetta er ástæðan fyrir ég dýrka hlustendur okkar að þau minna mann ofta á bæði hafa komið með liði sem er nýtt. Þannig að ef þau eru með hugmynda eitthvað góðan lið þá endilega sendið það okkur og minna á, ég var búin að gleyma þessum lið sem heitir hver á röddina í umferðinni. Mér finnst hann geggjaður. Ég endar ömulur í honum en voru ekki nokkuð svipaðir? Mér finnst hann skemmtilur. Steindi miklu betri í honum. Nei, þú ert að rugglast á nefna lögin. Nei, þú ert betri í honum. Já, við þurfum að fara í það aftur líka. Nei, það er hrikalugur. Nei, hann er góður sko. Já, við þurfum að hendi hann bráðlega en sko, ég hringdi nokkuð síndul í dag og ég vil meina, svo ég gef ykkur smá hint að það eru A-listers í dag í hver á röddinu umferðinni. Þetta er bara insane hot celebrities Þetta eru 3 raddir. Ég myndi segja þetta veri, ef maður flokkar þetta eftir bókstaf þá er þetta allt A+. Allavega, jú, þetta er allt A+ maður. 3 celebrity. Já, fyrir ykkur sem hafi ekki heyrt hennar lið þá er ég að fara að spila hér hljóðbrot og það sem að þekkt fólk er að þykjast brjálast í umferðinni og drengirnir eiga að giska á hver á röddina. Og er þetta meira quick? Já, er þetta bara gamla góða höndinu upp? Þetta er höndinu upp en ég ætla að hafa regluna þannig að ég klára klippina og svo segir svo segir ég bara hvor ykkar var á undan. En við megum rétt upp hönd. Já, af því að ég held í miðri klippu, þú klára hana. Mér myndi finna skrítið að þið fattið þetta ekki. En svo, veist það, er náttúrulega létt að því ég veit hverju þetta eru. Þetta setja insane pressa á okkur með þessu. Já, þetta er fáralega mikil pressa. Segðu frekar þetta sé erfitt. Já, þetta er erfitt. Nei, ég held ekki. Það er miklu erfitt að heyra þetta bara koma kaldur inn, sko. Og basically má segja við þessum idiots, við vitum þetta ekki. Ok, allavega, þið réttir bara upp hönd. Þið eru búin að fatta þetta og ég sé hvor eitthvað réttir upp hönd á undan. Og ef þið klikkið þá náttúrulega fær hinn bara svarréttin. Og ég held að fólk sem er að hlusta munum fatta, ég veit ekki. Herru, eru tilbúinir? Yes. Ég lækka hans í ykkur núna og hækka í mínu mæk þannig að heyri þetta betur. Ok, nú ætla ég að lækka í ykkur sem heldur gósi, nú er einu sem getur tala. Og hér kemur fyrsta röddin, hver á þessa rödd í umferðinni? Halló, grænt. Neta. Grænt. Halló. Það rétti bara einn maður upp hönd og það var Egill Einarsson. Hver segir þetta sér? Ég bara, hann var á undan mér. Nei, þú réttir ekki um þessu hönd. Ég hefði sagt það sama og hann allar að segja. Ég heyri hann reyna að öskra þetta. Netan. Það er hárrétt. Ég þekki mína net. Þetta var herra Hnetusmjör og Egill er komin í 1-0. Ég er óvænt komin in the lead. Já, ég er það og við erum ágættur í þessu. Já, ég er satt stendið svolítið. Þá er það næsta og Egill réttir bara upp hönd og ég bendi þú að tala að ég lækki ykkur svo að heyrist betur í þessu. Þú mátt hérna taka þetta, þá er spennandi fyrir síðasta. Ég ætla bara, þú varst ekkert eðlilega snöggur. Já, ég var óvinni snöggur núna. Myndu við ekki flokka Hnetuna sem að það er A+. Já, þetta grínast. Það grínast það. Hann kennst ekki mikið orð. Biggest one out there. Herru, ready, hér kemur næsta rödd. Og nú lækka ég ykkur þannig að ekki öskrið það. Ok, ég veit að ég er mjög vitlaus sko. Ég gæti öskrað aftur. Þú ofpeppaðist. Herru, hver á þessa rödd í umferðinni? Drullast þú þér? Þetta er Íslendingur? Vá, shit maður. Kunnaður ekki að keyra? Kanntu ekki að keyra? Ertu með bílpróf? Fíflið. Vá. Nú spyr ég sliðakonar upp, hver á þessa rödd? Ég er með þetta. Hver er þetta? Þetta er Queen Ragga Gísla. Það er rétt! Yes! Ragga Gísla 1-1. Það er 1-1. Já, sko, ef hann hétan A+, hvað er Ragga Gísla þá? Ég kallaði endar að þeir myndi go straight down to the wire. Já, það er 1-1 og það er úrslita spurning. Já. Ok. Við erum báðu keppindi tilbúinir. Semi. Já, fattaði þú þetta Egill? Þetta verður Ragga? Ég var ekki alveg með það. Ég bara verið að viðurkenna því miður. Ok, ég gruna að nú verður þetta svolítið hvor er undan upp með hönd. Ready?
Stendur extremely quick Ég er svo Ég elska keppnisskapið Ég er svo tilbúin í það Þriðja og síðasta röddin, úrslita spurning. Staðan er 1-1. Hver á þessa rödd í umferðinni? Hætt að spá! Hei, come on, það þarf að hugsa svolítið þetta maður. Hei, ekki fara beint út úr hringtorkinu á innri hring! Ertu að grínast? Hei! Slaka þá, gefðu stefnuljós maður. Og höndin á Agli fór sko, á undan upp. Það munaði sekundubróti Ég held að þessi báði með þetta. En ég spurði, hver átti þessa rödd í umferðinni? Detective John Johnson. Það er ég. Það er 2-1. Ég náði sigri Egil vann hver á röddinni. Dammit maður Herran heitur mér Ragga Gísla og Jón Jónsson. Og ég sá svipin á Steindaðin leið. Og Egil réttubönd að þú varst með þetta. Ég sá þetta bara sleppa frá mér. Það var svo sprettlöfi 0,005 sekund. Þetta var tæft maður. Sko þessi lið, við þurfum að hafa hann óttar. Hann er skemmtilegur. Ég held að flestir hlustundur að fara að keira það líka niður í bara, þú veist, í séliði, sko. Já, ekki segja það. Ég myndi náttúrulega aldrei segja að það er komið að séli. Já, það var ekki. Þetta er oflétt. Geðu bara liðinu reality check. Segðu bara að komið að séliðinu. Við erum reynskilið það núna. Hvað er svona fyrsta nafni sem poppar upp þegar kemur að sé? Þetta er alltaf þín símtöl sem þú ert að taka. Nei, þú sagðir ég þarf að fara í sélið. Hvað er svona fyrsta nafni sem poppar upp? Steindi getur þessi komið með okkur. Hver er svona sílist að sé? En sko, ég ætla bara að verja mig á baku það. Ég veit nú bara ekki hverju margir eru, sko. Jú, Íslandi þess Þetta var hver á röddinu umferðinni. Hér strax eftir auglýsingar förum við í spurningkeppni Gilsarans. Við skuldum auglýsingar og við ætlum að fara í þær. Þetta er FM FM 957. Fyrir að hlusta hér á FM 957 á FM 957. Þetta eru Kiko og Ava Max með Whatever. En drengir, styttist hér í gestum. Ég er mjög peppar að fá. Það er, hann er þetta ekki bara kóngurinn Norðurlandinu núna? Sem Pete Rappari frá Akureyri. Já, verður það alltaf eftir smá stund. En við ætlum hins vegar að fara í lið sem að heitir spurningkeppni Gilsarans. Já, og byrju hvað, það var hérna King of Being Gay. Já, Gay Pride. Þetta er Gay Pride. Við erum að plugga. Maður gleymi stundum eftir þjóðtíð þá maður svona, herðu, nú bara er eiginlega komið vetur en ágúst er stór. Það er líka, sko, það er Gay Pride helgina, svo menninganótt eftir 2 vikur. Og Túni heima í Mosbæ. Fólk á að fara upp í Mosbæ og Túni heima. Hvernig er svo hátíð? Og í loka ágúst og það er bara 50 dagar, föstudagar, laugardagar, fullt af ógeðslega skemmtilegu dóti, Moslingar að bjóða liði heim í garðana sína og það er bara fríi tónleikar. Við vorum að síðast maður. Fiskindagurinn miklir. Þeir fóruð til þín hana og við hendum á grillið. Já, þið hafið verið á Túni heima. Það var rosalegt. Þannig að það er nóg með að vera í ágúst og svo byrjar að dimma eins og við segjum. Það var þetta búið. Sko eins og blöð, uppáhaldsmánuðurinn er apríl þegar þá sumar er framöndan. En það mánuð svo hata mest ágúst er partíður að búið. Nei, samt ekki. Ég var að finna að ágúst er góður mánuður. Það mánuð er svona, veistu, vera mestu viðbjöður. Janúar. Þetta er ógeðsluðu mánuður. Já, af því að ég dyrka jólinn og það allt og áramótin og eitthvað svo byrja svona. En sko, vitið þið hvað? Ég fíla janúar, sko. Já. Málega er að það er allir ógeðslega fúlir í janúar. Eitthvað partíð er búið, sko. Já. Ég meina þá er bara þá er bara öll forrablótin og partíi er heldur áfram sko, málega er að bögga með pínu, við höfum oftast farið í drauminn eins og bæði suður-ameríski draumurinn og asíski draumurinn voru teknir upp í janúar og februar. Núna erum við að fara bara í september. En málega sko að það er svo margir sem einhvern veginn svona fari í fílu og eitthvað hætta að fá sér bjór og byrja að fara í ræktina og eitthvað svona. Þið verða að muna það, ég er ekki þetta fólk sko. Nei. Ég er bara heima að njóta sko. Bara venjulegu maður að njóta. Þetta fólk. Nei, ég er að segja, þú veist, ég er ekki að hlaupa í. Hvað meinar með þetta fólk? Þú átt að fara að hitta, máttu alltaf ekki byrja. Ég get borðað hamburgerhrygg og bara mér líður vel eftir það sko. Það er bara, ég líka elska hamburgerhrygg. Það er besti fæs. Þú ert svona daginn Tómasson sem kall. Við höfum rætt þetta. Ég er það ekkert. Nei, ég fekk mér bræðar. Manstu þú finnst þið mægistöngul þegar þú fórst með mér að kenni? Já, það var líka bara stöngur. Af því ég var búin að borða og ég fekk mér 2. Það var að blöfa setja skamar þar. Já, ég var nýbúin að borða morgumat. Ok, hvað er með það? Ok, King of Gay jafntefli 2022. Já. Þannig að þið þurfum við Victory. Var þetta ekki fyrra? Sko samkvæmt skýslunum minni held ég ekki sko. Ég veit ekki hvað ég anskotar. Það er glemt að setja inn í skýslu. Hvað gera þá? Allavega, ertu með yfirvara skegg? Akkurat núna? Nei.
Fokk, ég var alltaf að gefa þeir punkt Ég bara akkurat Ég elska gott yfirvaraskegg sko. Tengir það við að vera gay? Ég var mjög Ég veit, það er stemningsspurning, ég veit það ekki Já, Tom Selleck held ég gaggi neður Eina þekktustu mottu sem að Já, ég vil langa bara að gefa stenda punkt Já Náður því ekki Akkur er ekki með það Ég bara, þú veist, rakaður sko Það er svolítið síðan og hendur í góða mótu Safnaðu Þú veist að frúin elskar þetta Ég er að fara í tökur á mánudaginn, ég get það ekki Ok, þú verður að býða það þess að Nefna þú að sé bara fyrir Sigrún Já, það kemur 0-0 Hristur 1 Yfir aðturinn ólíparleikunum Það er penisinn og gæðin að rakst í stöngina Nei Hristur 1 Ekki hrist mig yfir ólimpíuleikunum held ég bara sinni ég fættist Hvað þýðir hristur 1? Veist það alveg Hvað það þykist ekki vita hvað það hrist Ég veit hvað hann á við með að hrista Að hrista sig Já, hann er að tala um það En hristur 1 Hvað þýðir það? Tókst einn hristing? Já Okkur sagði það ekki þannig Tókst einn hristing Það var það sem hann tala Nei, maður gerði það ekki Nei, Þetta hefði þið ekki punkt sko Þannig að það er 0-0 Það var sann skellu fyrir þann gaur Ekki það að hefði búið að bjóða um einhverja rísa samninga fyrir koma að fara í bláu myndunar Er það? Já Ég meina, þú veist, þetta er glæsilegu penis maður Hann tók stöngina niður, þessi penis Þannig að bara, ég vil óska þessum manni til hamingju Þetta er auðvitað fyrsta sér sem að koma honum í Nei, þetta er auðvitað komið honum í við sem náður Ok, hefur þið farið í slella við kalkinsvinnin? Já Byrju Punktur og blöð vantilega mushroom slellið, ekki? Hárið eftir Og en byrju, hvert varst þú í sleikvist? Ég fari í sleik við Þóra Díana? Já, það er það að segja það Nei Þú maður ert að ljúga til að fá stigu? Nei, bara þú veist í gegnum tökur, þú veist í fullta serjum Já Það ekki? Jó, bara ég var rand og gæja? Allir pottin nokkur Ég með þess að einu sem ég gert það með sveppa á þess að vera í tökum Það er ekki að hefða Það skal vera ekstra punkt Bara fullir? Já, bara eitthvað sem hann heimti Hann var eitthvað að láta mig heyra Það er rosalega Það er nokkað vestar sem ég gæst Það er lestur Myndi að bjarga deginuðinum ef Richard myndi senda þig limmynd? Nei, gæti eiginlega bara eðilegt hann Nei, sko, maður myndi alltaf að senda tilbaka hættu Richard hefur verið að gera það út alla bæ, sko Nei, hann er ekki að gera það Nú ætla ég að verja hann Já, hann er ekki að gera það út alla bæ Nei, hann sendi þetta einu sem við félagann sinn Já, snart senda hann í byrja Já, en þú veist að fólk gæti trúa þessu Er ekki gaman að þessu? Nei, ég lofa þér hann er ekki gaman að þessu Síður á honum ykkur það núna Ógæsla pyrraða núna, ég get lofa þér Hann hefur alveg húma fyrir þessu, það er 1-1 Hefur þú stundar samlíf með Gilsa on the big screen? Já Það er punktur og blöð right over there Leinilögu Hann eftir ekki svolítið að gefa núna blöð punkt Nei, þetta er bara eðlileg spurning Hann vissi náttúrulega alveg svarið Já, ég er að segja að þú vissi svarið Hefur þú stundar samlíf með Gilsa on the big screen? Nei, þú vissi svarið Ég kom við fórst Ég er bara asking a question Já, ég veit það And I'm gonna need an answer Maður segja þér eitt, hvernig svindl á sér stað Ef þú veist hver mun svara, hvernig Ok, þá var ánæg með næstu spurningu Hefur þú bent á gríðalegt magn af penis? Hálfið þetta Jésus Hver er sangjart núna? Já, ég meina Þetta er hann að vera að bjóða fyrir bósti Já, ég veit það Ég bara þakka kærlega fyrir tilbóða þessu stíð En ég, því miður, nei Hæ? Hvað meður þú því? Þetta er punktu Hvað kallar þau gríðilegt magn? Hann vann í sundlaug og var að vinna með að segja fólk að þvó sig Maður spyr einu, heldur þú að sundlaug verið sé eins og bara Hilmisnar í fósbra? Heldur að það sé bara þannig sé raunveruleikinn Það sé bara að draga fólk fram og sína þeim þvottaleifinningar þar og svo ferði inn og þværði að það sé bara raunverulegur baðvörur Þú veist að þetta er sjónvarpsþættir Er ég ekki að grínast? Varst ekki að segja fólk að þvó sig? Nei, þetta er ekki engin baðvörður er að því Það er engin baðvörður Hefur þú ekkert um að fyrir sund og kemur einhver og bendir á tippa? Alltaf þegar maður var í skólasundi kom alltaf einhver gæi Jú, reyndar ég gefa henni það Í skólasundi Þá er það bara einhver að segja við krakkana bara mun að þvó sér og svona Nei, þetta stóð yfir Já, ég veit það ekki Þú veist, Þú varst ekkert eitthvað með skólasundi Ég ætla að ákveðs að vera næs við Ég hef sagt ykkur þetta áður og ég ætla að segja ykkur þetta aftur og bara, ég ætla líka bara að beðast afsökunar núna á þessu en ég var aðalega bara að fela mig sko
Ég bara mætti vinna og ég bara reyndi að hugsa hvar get ég falið mig sér lengst sko. Og það var yfirleitt svona þetta er ekki gott fyrir CV-ið þetta segja nei, ég veit það, en það var aðalega bara svona ég fór inn í sal og bara taka þetta dót og sóp eitthvað og svo var ég mikið upp í turni líka og bara var alveg á nálum þar sko. Og aldrei gleyma það, kynntist konunni þín. Ég held í álfunni ég var að gefa þér punkt. Nei Ok, allavega, þú ert á lífi á 2-1. Þið veit að ég fór eins og sem sömastarsmaður og var að vinna á póstunum og þá faldi ég mig ofan í brevpoka. Þetta slakasti starfsmaður í sögunni. Ef ég hef ekki áhugað sem er að gera, já. En ef ég hef áhugað, þá er ég mjög dulur. En þú varst öðru málar, eða ekki? Jú, fýtt málari. Ekki? Jú, ágætur. Hvað er næsta? Er Ice Guy serían hristingsmaterial fyrir þig? Hvað er að gerast þið? Mér stum geggi. Hafið séð þess að gæja hana? Já, mér stum geggi. Hugulegi strákar. Frábæri. Hafið einhvern tímann sagt sagt frúna, er þetta ekki fara fram með alls ekki. Frábæri strákar og frábæri stöf sem þið gera. Sexy rúur hana. Fyndnir, skemmtilegir en aldrei hef ég það er ekki einn fljótu gæi í þessa seríu. Nei, það er bara til hann ekki með það maður. En ég held að þið gerir meira fyrir þig en okkur. Já, ég er líklega rétt hjá þér. Hefur þið gefið ykkur sexy gæi hug tour? Nefnir að hætta að byrja með þetta. Þú varst svo alltaf sent með þetta. Þú varst með þetta líka. Þetta er ekki með þetta þá. Ég sé 2-3 þættir í viðbót. Þetta má ekki vera nýjasta fyrir sko. Ég get lofa þér, þetta er orðið svo þreytt. Það eru 6 vikur sinni þetta komið. Hún er enda trending all over the world. Já, við höldum með henni, en þetta er þreytt. Þú getur ekki verið með þetta í hverju spurningakeppni núna. Bara, veist, ég held ég skrúa þetta niður til 2-4 þætti. Nei, bara eftir þennan maður. Alveg skoðum maður. Nei, ég hef ekki gefið ykkur að hug to Ára síðasta, hefur þú skriðið allsberða vinnunum í hótelherbyggi? Guð mig góður, herru, 3-1 Blöðu winner? Já, ég er bara tekin að segja Mér er bara að pakka saman. Já, þetta er ekki nóg gott. Já, Egill, þetta lag er fyrir þig. Þú vilt meina að fólk sé í gýr. Það er föstudagur, það er geiprætt helgina. Við vorum fara úr keppninni. Feeling so real. Wow, takk. Já, þetta lendir svo fyrir þig. Þetta er FM. Hárið, það eru Dynout og Bodyfuel sem að færa ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og já, við erum komin með rándina gestinga í stúdíóið. Það er, já, Steindi, ég minna í rappheimum heldur en Steindi og Steindi vil meina þetta sé það ferskasta sem er komið síðan hvað, Aron Kahn. Já, ég kem með skýrslurnar þegar kemur að rappinu hérna í þáttinn sko. Og okkar maður er mættur hérna Saint Pete. Hvað heitir þið? Pétur Már, verður velkominn. Okay. Og já, fyrsta spurning er alltaf þegar við fáum gesti í stúdíu bara, hvernig ertu? Helviti fokkin góð, sko. Það er bara aldrei betri, sko. Aldrei betri? Hvað ertu, bara, er þetta að gera svolítið hratt allt hjá þér eða hvernig? Sko, hratt núna en hægt almennt, búin að vera að vinna í þessu bara helviti lengi en ekkert að flýta okkur að gefa út eða neitt og núna allt í hennu boltinn bara á fulla að rúlla, sko. Þannig, Kem frá Akureyri? Kem frá Akureyri, landsbyggði maður. Já, Norðurlandið maður. Já, Dóri Kása, ég mætti þú veist, hann myndi taka líklan að mér ef þetta gengi ekki vel hérna, sko það er representa, sko Þið eru góði félag, þú og Stóri, okkar besti maður Já, okkar bæjarstjóri bara bæjarstjórin, það er rosalegt að fá líklana frá húsverðinum, sko það er stórt, sko Það verður ekkert mikið stærra Nei, það verður ekki mikið stærra En hvað, það er plata á leiðinni? Plata á leiðinni, hún kemur miðnætti lausun frestum en með dag, en það verður ekki meira það Útgáðu partí á Prikinn á morgun Húsið opnar 8 til 2 Við verðum að tökum alla plötun og eitthvað meira Það verður einhverjir leinigestir og bara unreal, sko, mælum að mæta En hvað verður til þess að boltinn fer að rúlla eins og segir? Þetta, þú ert búin að vera að vinna í þessu heil lengi Svo allt í henni er þetta bara að springa út nú Byrjum að mynda einhver pínu tengsl Úlfur, gerum hann að laga með þeim og há svona eru komni pínu búin að láta vita á okkur Síðan hann hérna Jeff á Prikinu bara reachar út og þá allt í henni eru komni með bara svona samning til að gera plötu og eða þannig og þá bara fyrir allt í gangi einhvern veginn og allt sem að þarf í kringum Kjæstur á plötuna skauta náttúrulega Já Lagi lags þar, geggja Sjárað Þannig að, já, og sko, það sem er náttúrulega skemmtilegast að vita Því að ég rætti við Pétur þetta Er að það er ekki margir rappara sem þóra að koma í útvarpið og frístara Nei Og það er það sem við ætlum að gera á eftir, sko Já, þetta er einhver sem að ég, sko, þetta var alltaf Exxon í Europa Chronic Sko, þetta er náttúrulega original Chronic dæmi Þar mættu bara menn og það var bara sett bíta og það tjúlaðist allt og, sko, og það er líka, ég er ánað með hann kom með entourage, sko, það er hópur með honum minna þannig á það að vera og það þarf líka svolítið í svona freestyle session, sko Við þurfum allir að vera í alveg gýr, sko Líka ég dýrka alltaf þess að, sko, ungu rappara og ekki bara rappara, þeir sem eru að koma upp menn er alltaf með entourage með sér Þannig á það að vera Já, ég meina, þú mætir ekkert eitt, skilur Nei, það var alltaf
þannig bara, maður mættur á bylgjuna bara einn eitthvað en það var í 70 þetta var með Kös og Buster og allar menn Hugi og allar með En við vorum bara að spila aðan Lose Yourself með M&M þetta ennþá í dag, eru menn að batla ennþá svona rap held ekki sko, held þessi eiginlega búið menn tala einhvern skít en þetta allt orðið bara svona pínu subliminal og ekkert verið að vaði menn en kannski meira bara í lögum ég held að þetta sníktist dæmi sko, ég held að það sé nóg að því maður sjálfur ekkert að pikka upp á en gæðin sem við verðum að tala hann veit alveg að við verðum að tala sig sko. Já, ég skilji. Ert þú að hendi eitthvað svoleiðis á þínu plötu? Nei, ég tala bara leikinn sko, það ekkert beint að neinu sko, en þú veist, platan alveg ég horfa á þetta sem pínu bara svona Hunger Games dæmi það bara einhver rapparar sem að reyna að vera komin í leikinn, fattur við og það í raun og veru samkeppni mín sko, þannig þeir eru bara En þarf maður að henda einhverjum af fjallinu til að komast upp á toppin? Nei, ég held að það sé nóg pláss uppi sko. Já, þannig þetta ekki diss, þetta bara Nei, bara pínu skítal náttúrulega hér og þar og engin tæpitunga ekki senan frekar vinaleg? Jú, það allir ógeðslega næs sko. Hefur eiginlega alltaf verið það Ég upplýði náttúrulega þessi balltímabil þegar það var bara Gaugustöng og í Norrkjallar í MA og allt þetta Var ekki Kájóð íþróttafréttamaður, hann var öflugur Hann var geggjaður sko og náttúrulega Dóri og þá var sko þá voru menn líka bara að æfa sko Ég man eftir bara, við vorum bara rúndinum bara, ég og Dóri og hann að æfa í bílnum bara fyrir keppninum Bara æfa ball? Já og bara, það var bara svipan, skilur við, tekin á, bara voru bara æfa Ég er þetta fíla, þetta mætti alveg koma áttur Hendi það, en þú ætlar að hendi frístæðleitna fyrir okkur eftir En ég ætla að leyfa fólki að kynnast þér aðeins betur Áður við spilum eitt lag á plötunni og förum svo í smá frístæl Og þetta eru hraðaspurningar Og þú ætlar bara að hreinsa hugan og segja fyrsta sem þetta er í hug Það er ekki hægt að svara rétt og ekki hægt að svara rangt Tilbúin, uppáhaldsmatur Pizza Hvað drekkur á djamminu? Bjór eða Malibu Anasawa Malibu Anasawa? Bara mættur í sóluna sko. Já, fíla Þinn helstu kostur? Rap Þinn helstu ókostur? Rap líka, örgulega Áttu þið lið í ensku? Chelsea Besti rappari allara tíma? Lil Wayne Hvað fyrir mest í töðuna þér? Þegar fólk kvartar Uppáhaldslið á Íslandi? Káa Hvað kveikir í þér? Eins og þá Kynferðislega Ég var ekki þannig bara sitt Bara kynlíf sko Það er bara allt í kringum þetta bara heimurinn sko Besti íslenski rappari allra tíma? Herran Edsmýr Uppáhaldsbíómynd? Shit Happy Gilmore Hversu svalur ertu á skalanum 1-10? Fuck 9 Þín helsta fík? Fuck Gras Besti sjónvarpsþættir allra tíma? Herðu Always Sunny Always Sunny in Philadelphia Þú komst vel frá þessu eina sko að vorum að tala um húsverðin naðan Það er bara harðasti þóssari Þú ert káama Já, það er bara gekk ekkert að væri einhver einn rappar á Akureyri svona Bara representa þó Já, það er bara ekki Nei, það er káa sko Ég er ánað með Happy Gilmore dæmi sko Þeir hlóðu Já, Billy Madison maður Herðu, pappi þinn er legend talandi um káa Ég sé það bara áður, ég veit hver pappi þinn er Já, er þetta ekki handbolta legend Nei, það fótbolta legend Hvað heitir pappi? Óti? Já, Jesus, ég sé bara sá þetta strax En, já, það náttúrulega er ekki myndaðarlegin inni Hann lítur út nákvæmlega eins og hann Við ætlum að fara í eitt lag á plötunni Og talandu káa og Nei, ekki á plötunni Já, er þetta ekki, nei, þetta er bara Akureyri Nei, þetta er bara stöðugull sko Ok, við ætlum að fara hér í lagið Akureyri Og svo ætlar hann að frístala hér fyrir okkur á Saint Beat Og ekki missa því Topp tónlistarstöðin FM 957 Og hann er ennþá hérna hjá okkur Já, rosalegt lag Já, þetta er sturla lagmaður Og sko, ég fíl þetta Við steindin á að platan í eitthvað sem var alltaf exunni Svo við sögum án og Robby Kronik fekk rappara sem voru að frístala Já, bara kom í stúdíu og rappa sílur Það er ekki, þetta er ekki uppáhaldið af mörgum sko Nei, og ég er meirinn til í þetta Nú þarf þetta eiginlega bara að segja mér Pétur, hvaða lag þarf ég ekki að finna eitthvað beat fyrir þig? Hvað er þetta bara eitthvað Þannig að ég bara eitthvað rap beat, 5 on it eða eitthvað 5 on it 5 on it instrumental Það er gott val sko Strákarnir geta ekki fundið þetta því þeir hafa aldrei verið á tökkunum en ég get fundið þetta 13 ár, 14 ár Þetta er þetta komið, instrumental Herru, ok, sko, er þetta bara nú höldum við bara kæft, herru, megum við koma einhver orð sem að mega koma einhver inn í Já, algjörlega, ég lofa ekki að það fari vel en við bara Ok, fáum hreindir Stóni Já, ég veit ekki Hvað er alltaf að koma í spurningu Bleiða líka, við nú lemum bleiða Jú, herru, bleiða er gott Bleiða á hreindir Takk fyrir þetta drengir Stemningi því Ok, sko, þá þarf ég að hækka Þú er eiginlega að segja mér hversu hátt þetta má vera
eins og núna Svona Já, er þetta ekki bara safe það? Ok. Ég er náttúrulega, já Algjörlega, já maður Þetta hljómar vel. F95 blöð maður Sjátt á Sveinarna vinn menn á ammali í dag Og með Reyna, kom með Bjö Tjörfi á Myndali maður Algjörlega Akureyri, Brekkan, 600 Ok, yeah Ey, já Við tölum tölur ekki skandala við borðið Við tölum sölur ekki skandala við borðið Ef þú vill lifa í sól og ert að standa við stormin Allir standandi á business en það standi ekki við orðin Hún vill reykja 3, komið 100G Pétur G og T, 100 fucking P Hugsa oktober, hún sagðist vera stolt af mér Smá rugluð en hún munnur eins og þvottavél Fuck me, tökum Kamasutra koll nýs 50 á krýta þessu Rocky, top 3 Dreymdi mig í sportbíl Elti drauma það til mig dreymir í fortíð Í leiknum minn en ár Bucket listin klár Trjónupella tortellini sitti sem ég er á 100 kall á virkum degi sitti sem ég er á Úrið mitt er stopp, það er sitti sem ég er á Gerum garðin frægan eins og Leslie Knope Búnarleggin vinnu eins og Einar Jóns Þessi rakka er á hvítunni með hvítan fána Þið vilja ekki smók, þekki þið, þú ert ekki óp Þú væri étin fyrst á eyði Þarft að greiða núna, engi greiða lengur Græði mikið, eyði meiru Ég eiti helling í skó, helling í dóp Fullt af ásum eins og 11. nóg Léttar próf, ekki testa Læg keppni við smók, hefndin góð Fokk að rappa, þessi keppni djók Keppi við 12 Ég var að senda henni blóm Fjall fyrir henni fyrsta skipti sem ég seld henni Hún vill orra á belly, smóka smelli Ríðin yfir kung fu Kenny Ég er á pill og rauðum remmi Freka fucking deli En fá engan frið á telli Því þeim vant að geð En af hverju alltaf ég ball og telli Hold on, ég kemur Maður sé að Já Það er rosalegt Það sé Já, ok Ekki ennþá fundin Ef maður fundin friðin En ég er að leita ró eins og hún skuldi pening Dammit maður Ég er það hægt Djöfull er það gott maður Ég geði það, þú stendur undir 9 sko. Takk maður Hversu svalur eftir skalanum 1 upp í 9 1 upp í 10 Það er ekki 9 þetta er Smá room for improvement En ennþá bara Þetta er 9-5 Það er erfitt að rýma við hreindir sko Þetta var sturla Þetta var sturla Ég held að þið þurfa að endurhugsa svarið ykkar Ég spurði einhvern mann í þekkið ekki Hversu svalur ertu frá skalanum 1 upp í 10 Ég held að þú að gefa mér 8-5 steindi Ég held að sérst á svona 6 eða hann Já, sko, málið er að sko, ég sagðist vera 5,2 á virkum En 8,3 Á ég samt að gefa reitt Ef ég er búin að koma Sko farin í jakkaföt og búin að baða mig Á ég að gefa reitt hrós Af því að ég er alltaf Fólk vil menna ég sé oft leiðilega við þetta Ég er búin að hrósa það fyrir að koma beint úr vélinn og hingað Þegar þú komst á þjóðhátíð í fjólublá jakkanum með sólglerunni í Jammi kvöld þar varstu 9,5 Það var rosalega Það var alvöru moment Það er ángríns 9,5 Þannig að ég geði þér það St. Pete sturlaði platan á miðnætti á morgun Á morgun, já, lausinn Og útgáfatónleikar á Prikinu Útgáfatónleikar á Prikinu opnar 8 Með allir mæta? Allir með að mæta Það verður bara, þið viljið ekki missa af þessu sko Ok, gæði þetta, við hvetjum fólk til að mæta Prikja á morgun og vaka til plötunni Ekki spurning, takk fyrir komuna Takk hérlega fyrir mig Eitraði töfari, við gefum það maður Norðurlandi Akureyri, yes sir Norðurlandi landsbygðin Skuldum auglýsingar áður auðvitaðin FM 957 Það held ég fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð Á FM 957 vorum að kveðja hér St. Pete Hann má eiga það drengir Hann er með þetta alltaf á tíu Já, gaman að fylgjast með þessu meistara Alveg hitt ósvalari náðan Já, það var helviti gaman að fá hann sko Svo minnum við líka fólk á Það eru útgáfatónleikar á morgun, Prikinu Og platan bara á minnati á morgun Platan á minnati og hvet fólk til að tjekka á þessu Því að þetta er geggjastöf Það er bara þannig en drengir Það er, svona nánast bara komið að lokum hér hjá okkur í dag Þetta er búið að fljóta líða Þá veitum við að það er búið að vera gaman Þú ert flögu tíminn maður Ekkert smá Nú ert þú að loksins að komast heimtíðin Eftir, bara eftir þjóðhátíðina Já, ég stoppaði heima í nokkra tíma Ég fór á kvöldi aftur Varst ekki sóttur, við keyrum heima þjóðhátíð á mánudegi Já, bara að lenda heima 5 eða eitthvað Og sóttu 4 nóttina Já Og ert að komast heimtíðin núna loksins Já, það er svo En þetta saltangjur og bumban í kvöld Já, og heyrðu, þetta Rautt í pottinu með það? Það gætar verið, nei, ég held ég drífum ekki hangað Ég held ég fari í saltstangir í Voitja Ég veit að Svanþór Einarsson, fasteignarsali Hann kallar vogaíti yfir Voitja Af því hann finnst aðeins svalara Já, bara þú tekur vogaíti og hellir hann í skál og berðar hann fram og segir þetta Voitja Að lukkar betur Hvað ætlar að horfa á? Þú búin að ákveða það? Nei, ég fæ nú ekki ofta að stjórna hvað er hort á sko Já, eina 10 ára stelpu sem er alveg Ég er bara í House of Dragon
Er það? Já, Ég gerði að taka House of Dragon. Já, þetta er gott stöf sko. En talandi sjónvarpsþætti, þá sá ég fyrsta þáttin sem var tekin upp að banna að hlæja í morgun í Jóhannes leikstjóri og ég lofa að það verður veisla hér í, þetta sé október. Það verður fyndið. Já, það verður skemmtilegt en eins og við sögum, það er eiginlega bara komið að lokum. Við segjum bara til lukku með Gay Pride, það er, hvenær, er þetta ekki 2 á morgun sem að skrúðganga fyrir að stað frá Hallgrímskirkju? Nú, ég held ég alveg bóttið. Já, við vonum það, ég er ekki alveg með þetta hreinu en ég ætla að mæta og það því þú sko, það er algjör stemning á Gay Pride, þú veist, það er geggja veður, það er gangan, allt í gangi og við mætum þangað félagarnir. Já, það er bara þannig, Egill, hvernig helginu þetta er? Ég bara... Herru, það er náttúrulega United City á morgun. Já þú eru ekki að taka hans. City er að fara að rústa ykkur drengir og það verður bara óþægild að horfa. Já, við erum underdogs en við mætum bara, það skýrir það ekki. Það er alltaf pláss í Newcastle klubnum, við býðum eftir ykkur. Það er ekkert, nú er bara svolítið ekkert í dagskráni í rauninni, nema bara King Ole T út ammali næstu helgi, en annars er þetta bara... Já, það er rosalega. Nú fólk að fara að gera þessi eftir sumarsökkið, þannig ég er bara verið ekki í vinnunni bara held ég. Þannig við þökkum fyrir hlustunni í dag, við minnum á blöðkasti sem verður mætt á þriðjudaginn, annars verðum við mættir hér í gýr næsta föstudag í góða helgi kæru hlustendur og við ætlum enda þetta á Club Tub Bad Bitch í Reykjavík. Drengi, þetta verður ekki að gefa, en þetta er að banger. Jú, þetta er bara alveg banger. Geggjaðir. Takk fyrir okkur. Topp tónlistarstöðin FM 957